Komið í sæl og verið velkomin í Ice Cold podcastið. Gesturinn minn að þessu sinni Króli eða Kristinn Óli Haraldsson. Hann ekki bara rappari, hann líka að þjálfa Morfíslið Flensborgarskólans og var að leika í bíómynd. Í þessu podcasti töluðum við fylgifiska fræðarinnar, við fórum húðflúrans Króla, við ræddum hvað mikilvægt að gera tónlist á sínum eigin forsendum og svo fáum við líka heyra söguna því þegar hann hitti herra Hnetusmjör í fyrsta skipti og var smá starfströkk. Þannig að það var ekkert að vanbúnaði, trúði heyrnartólunum lengst inn í eyrun á ykkur, hækkið í græðunum og byrjum Ice Cold podcastið. Ice Cold. Hæ. Hæ, Stefán. Gaman að skuldir koma í Ice Cold podcastið og takk fyrir að fá mig, Stefán. Mér langar bara að byrja á að hrósa þér. Já. Fyrir að því alltaf maður rekst á þig, það ert svo jákvæður og einlægur og opinn og ég man fyrir Takk, Stefán, takk kærlega fyrir. Man þegar ég hitti þig fyrst, ég var í Smáröld með Inga og þú varst með vinsælslag í Íslandi á þenn tíma, B.O.B.A. og þú lappar upp á mér Inga og segir eitthvað svona strákur í fíla vlogginu, ekki eitthvað mikið. Þannig var ég búin að, ég gera það ennþá og þá, ég bara horfi ennþá hvert einasta vlogg og þá var ég búin að gera það bara í smá tíma, sko. Og ég hef alltaf verið svolítið bara í því svona fyrir eitthvað beinskiptur að ef ég fíla eitthvað eða hef eitthvað að segja það, bara segja það. Hvort sem séu ókunnið fólk eða ekki. Ég bara átti það skilið að fá að heyra það. Ég man að ég var í svona smá sjokk eftir þetta, ég var bara svona gæna með vinsælslagi bara á Íslandi á þessu móment og hann bara eitthvað Hvað? Mér finnst það mjög skemmtilegt, sko. Bara gott að geta gleðið ykkur á þessu stundu. Já. Og þú ert að gleðið mig núna með nærveruninni. Já, takk fyrir það, sömuleiðis. Ég líka með Mountain Dew. Ég galt með Mountain Dew á hann, ég kann að mynda. Ekki máli. Gott ljóð. Þú veist, mér finnst á Íslandi, sko, þá fólk ekkert mikið að hrósa. Það kannski meira að horfa á neikvæða, sko. En það svona fílaði fólk eins og þig, sko, og fólk sem hrósar. Já, ég veit ekki. Ég fær mér ekki alveg stundum hrós. En það líka bara gott að, mér finnst ekki að fólk vera komið í að einblíða neikvæða og það er alveg gott að minna fólk á þegar það að gera eitthvað vitlaust. Já, það náttúrulega líka mjög góð punktur, sko. En þú veist. Sem ég fíla, sko. Nei, ég held að hrós sé alveg mikilvæg, sko. Og ég held að hvort sem við gefum ekki nóg að þeim eða ekki, ég held að það sé svona, ég veit ekki, ég held að við hrósum alveg nóg. Ég mjög duglegur að hrósa, sko, myndi ég alveg segja. Já. Þegar ég fíla eitthvað eða þegar ég vil segja eitthvað við ykkur ákveðna manneskju þá bara ger ég það, sko. Hvað sem að bara senda ég man eftir eitthvað svona stelpan sem líka í lóð mér að falla, ég átti saman að vinkona minni og ég bara kom svona skilabóðum áleiðis til hennar, bara að mér fannst hún gett góð í lóð mér að falla og því að mér fannst hún bara geggjuð, skilur. Ég ekki sé þessa mynd, hún góð? Sturluð, vá, þetta átakanlegasta mynd sem ég hef séð á ævinni. Ég fór á hana tvisvar, einu sinni með forsýninguna mér var boðið og einu sinni sem bara með vinahóp sem var ekki búin að sjá hana. Ég bara, þetta var svá, sko. Þú myndir mæla með henni? Þetta er bara skildu áhrif, skiljur, þetta bara það. En þetta er 100% átakanlegasta mynd sem ég hef nokkuð séð. Hún fjallar svolítið svona fíkn og svona, það ekki? Jú, það náttúrulega svolítið kjarnina þessu en síðan bara svona líka spíral, svona niður spíralina því og líka bara svona vandamál sem kannski aðeins algengari sem fylgja fíknin oft. Ekki það að ég hef einhverja reynslu á þessu bara, en þetta var bara, sagan var svo ótrúlega, sko, í rauninni bara. Já. Þú veist, með fíkn, mér finnst áhugavert, sko, þú veist, að maður heyrt eins og var talað í viðtölum bara að þú og Jói eru, þú veist, svona edru týpur og eitthvað og mér finnst talað mjög áhugavert, sko. Já, ég finnst alltaf mjög skrítið þegar alltaf verið að svona flokka fólk hvort það sé edru eða ekki, að styðja eitthvað eða ekki, vegna þess að, ég veit ekki, þú veist, það er alltaf 100% ekki mitt að predika yfir einhverjum eitthvað tengt fíkn, vegna þess að ég hef aldrei komist í tæri við það. Nei. Og mér finnst heldur ekki í lagi að fólk sé að, þú veist, niðurpeppa einhvern artista eða dæma hann fyrir eitthvað út af því að hann kannski hefur einhvern tímann eða að ströggla við einhverja fíkn að einhverju tægi og því að það er bara persónulega barátta, punktur. Og ég veit ekki, það er bara mjög svolítið leiðilegt að það er verið að einhvern veginn svona flækja fólk hvort það sé með eða án fíknar eða drekkur ekki og það er bara,
veit ég, þú veist, ég þekki bara fullt af fólki sem kannski ekki alveg fík skilur en notar, hefur prófað efni eða eitthvað en það er ekkert, gerir ekkert að verri manneskjum eða verri fyrirmyndum eða eitthvað skilur, það er bara svo margt annað sem gerir það sko, eða gerir mannin. Ég skilji sko. Við erum það sameiginlegt að þú varst í Flensborg og varst mikið í Morfís. Já, heldur betur. Ég er ennþá, ég er að þjálfa núna. Þú ert að þjálfa Morfís? Heldur betur. Ert það að þjálfa Flensborg? Ég er að þjálfa Flensborg, heldur betur. Ég er með alveg frekar æðislegt lið, alveg sjátt á all liðið mitt, elska kröll. Ég er að þjálfa með honum Kolbeini Sveinsinni og Daniel Óskari. Sem eru Sprætsir og Klan? Gera upp hljómsveitina Sprætsir og Klan. Þeir eru svo miklu meistarar, mér langar að gera stórt sjátt á það. Já, alveg bara stærsta sjátt í heiminum. Þeir eru ógeðslega góðir, þeir bara mjög góð vinir mínir og ég og Kolbeinn vorum saman í Morfís í Flensborg, unnum einu sinni og töpum einu sinni í úrslitum í þau 2 ár sem við kepptum saman. Morfís er ánefa það skemmtilegasta sem ég hef nokkuð með gert. Ef það væri ekki bara menntaskólasport þá myndi ég reyna að pursúa einhvern feril í því. Maður eru oft heyrt sko að fólk sem að kannski í gamla daga var í Morfís sko, þá var það kannski bara svona að hita sig upp fyrir Alþingi. Já. Þú veist, þannig að sá stimpill hefur verið viðlóðandi við það hefur mér heyrt. Þú veist, er það alveg ennþá? Ég meina, þú veist, fólki sem hefur verið þarna er náttúrulega bara Illugi Gunnarsson og Gísli Marteinn og Helgi Hjörvar og bara margir flottir stjórnmálamenn bara fyrrverandi eða núverandi sko. Já. En ég veit ekki, það er bara svo miklu meir í þessu. Það er bara, þú veist, að koma fram og tala fyrir framan fullasala fólki og berjast fyrir einhverjum málstað sem þú trúir á, er bara að stúdera eða kunna skrifa ræðu, blæbrigði, bara síðan líka bara félagsskapurinn að actually vera með í þessu er bara svo ógeðslega skemmtilegur sko. Morfís er bara proper það skemmtilegasta sem ég hef nokkuð með gert, samhliða tónlist og öðru sko, en Ég held að þetta sé ekki verið mig sko, en ég er bara, því mér er alltaf gamall Já, nákvæmlega, þú veist, síðan er þetta hugsunni. Fólk bara svona fyrir menntaskóla er kannski alveg in their prime, þú eru ekki að fara í þetta eitthvað svona. Ég er búin að vera talsmaður þess svona núna í 2 ár, þegar ég átti með því að ég er orðinn gamall í þetta líka. Svona, þannig sé Þú er Morfís. Já, ég er það ekki, ég er náttúrulega bara 19, en þú veist, ég var bara með lið sem síðan sundraði skilur, bara fólk voru útskrifast eða fara að gera eitthvað annað, þannig að við bara hétum því að við myndum aldrei keppa aftur, nema bara saman. Og ég er búin að vera að tala um þess núna bara að það vantir svona fullorðinsleik. Það er líka svo, ég langar bara ræðukefni skilju. Það er líka svo ógeðslega margir sem eru eldri en við sem væru líka til að keppa eina síðustu Morfískeppna eða bara byrja á þessu aftur eða eitthvað. Þetta er ógeðslega spennandi ef þetta er gert rétt sko. Og hefur þetta hjálpað í rappinu svo að koma fram? Já, guð maður, ég bara bara koma fram, þetta er bara tegund af framkomu og síðan það að vera í vikum og þurfa að skrifa ræðu og bara þurfa að nýta orðaforðan á svona fjölbreyttan hátt og uppbygging á ræðu og svona, þetta er bara svo ógeðslega, þetta er miklu meira en það bara að lesa orðablaði sko, þú veist að það eru leiklista hlýða þessu, leiklista tilburðir og blæbriði og karaktersköpun og fleira. Síðan er röksemdaferslan alltaf bara, skilur sem er bara það, úst, að halda sig við einhverju rök, finna eitthvað teik á einhverju málum, semja um umræðefni. Síðan er sálfræðan á bak við þetta, semja um dómara og þú veist, þetta er bara herrkennskan og allt, úst, þetta, og bara vinskapurinn sem síðan felst í því líka að vera bara með einhverjum 3 ógeðslega góðum vinniðinum upp á sviði að keppa í íþrótt, fattar þú skilur. Þú flokkar þetta sem íþrótt? Já, þú veist, þetta svona minnir mér svona smá debate líka, eru íþróttir tölvuleikir, þú veist, sem fólk er að keppi, þú veist, þetta er keppni. Eru tölvuleikir íþróttir? Já. Íþróttir tölvuleikir. Já, þú veist. Nei, ég sko, ok, kannski alveg, þú veist, þetta er. Nú getum við tekið Morfís debate. Ég segi íþróttir eru tölvuleikir, ég er með, þú ert á móti. Að íþróttir séu... Nei, að tölvuleikir séu íþrótt. Ok, ég skal, þú vera með, ég ætla á móti. Ok. Með byrjar. Ok, með byrjar. Ég náttúrulega hef enga reynslu Morfís sko. Fyrst sem að gera það afsaka þig. Ok, það er ekki gott sko. Nei, það er þetta er svona keppni og þetta veltir ótrúlega miklum peningum og áhorfin á tölvuleiki eru bara næstu jafn mikil og áhorfa á bara meðal NBA leiki í Bandaríkjunum sko. Ok, búið. Já, þetta er þú veist, ég þarf að segja. Já.
það sem þú varst að segja var það að þú varst bara komið með ástæður af hverju tölvuleikir ætti að vera íþróttir. Já. Þannig að þú varst að vera með þeirri sögn að tölvuleikir ætti að vera íþróttir. Ég bara móti þeirri sögn að tölvuleikir séu íþróttir vegna þess að þeir eru ekki íþróttir. Það er ekki búið að viðurkenna tölvuleikir sem íþróttir. Þeir eru ekki neinum íþróttasamböndum. Ekki ennþá, en bráðum Já, nefnilega, en þá er væntanlega vinn ég út því að það er bara staðreynd. Ok, en Þetta er bara, keppnin er bara tölvuleikir eru íþróttir. Þetta er bara alhæfing. Þetta er bara, þú veist, það er verið að, ekki alhæfing, það er bara verið að segja bara eitthvað sé eitthvað, skilju, það er bara verið að staðfesta eitthvað sem er rangt, það er svona móti. Ég er alveg sammála því að kannski einhvern tímann í framtíðinni getum við samþýtt það að tölvuleikir séu íþróttir, en það breytir því ekki að það sem þú varst með er bara mjög einfaldlega rangt. Svona myndi ég taka það. Þetta er á Morphís 101 með Króla. Nákvæmlega, verður eitthvað góð. Nei, þú veist, nákvæmlega bara, þú veist, ég veit ekki, ég er ekki, ég er svona, síðan er líka bara alveg svo í Morphís á öðrum keppnisgreinum og öllu öðru, þá þú veist, ef maður bara svona góður í sumu varðandi þetta og lélur í öðru, þú veist, ég til dæmis myndi flokka mig sem er bara svona mjög mikið svona ég veit ekki, svona tilfinningaþrungin ræðumann, mjög hægfara, sem er Kolbeinn Sveinsson félagi minn, ógeðslega góður í öllu fyndnu og ógeðslega góður í að skrifa svona hnittnar ræður og bara allt, hann er meira kannski svona góður í öllu, en ég er meira svona svæðis, ég er góður í sumu í Morphís, en það var bara að þessi. Ég tók eftir að þegar þú segir tilfinningaþrungin ræðumaður, sko, ég tók eftir í laginu spurningamerki, spurningamerki og kvolvi, þá tók ég akkurat eftir þessu Morphís væpi, bara beintin á plötunni og minnst þetta svo, ég fekk bara gæsað í endan á þessu hérna á plötun ásækja sko. Það var svo fallegt eitthvað. Ég hef aldrei held ég farið í viðtalega podcast, ég hef aldrei farið enda bípodcast, en ég hef aldrei farið í viðtal þar sem þetta reyndar er svona, ég er eitthvað spurður út í þetta. Nei, en endilega, nú máttu tjáðu þetta bara eins og þú vilt. Já, takk fyrir það. Það er svo þannig að við erum búin plötuna, alla, og við erum búin ákveða þess að introið og við erum búin ákveða outro líka, sem ég ætla ekki að segja hvernig það átt að vera, en ég og það sem er undir, kemur undir áður en að allt þetta einhvern veginn svona fyrir að stað, er sem sagt Þormóður Eiríksson, sem prodúsar eiginlega alla plötuna, gerði svona skrítið svona remix af laginu Stoppaði smá, sem er held ég þriðja síðasta, annað síðasta lagið, og við bara svona prófum að morfisæsa það saman. Ég fór fram, bókstaflega 3 myndum, skrifaði bara ljóð sem varð síðan þetta og ég vondtekaði það bara og fór með það yfir og þú veist, þetta er kannski minna ég að hugsa eitthvað svona eins og ræðumæður og meira bara svona ég að svona fá tala eitthvað í fyrsta skipti mjög dúft það hvernig þá síðustu 6 mánuður höfðu verið, bara þetta var svo mikið bull á núleitni bara eitthvað, það skiljum maður varð allir bara eitthvað að gefa tónlist sem var bara gett vinsæl og maður var bara að spila 12 sinnum í viku og það var svona þægilt moment þar sem ég fekk bara svona smá að setjast niður og skrifa eitthvað á blað. Það er svo nauðsynlegt að líka bara að opna sig og tala tilfinningar og þú veist, eins og kallmenn okkar aldrei, þeir eru ekki duglegir að gera það. Já, bæði kallmenn okkar aldrei og eldri og bara kallmenn hafa alltaf verið þannig. Það er alltaf bara svolítið svona tabú. Já, tabú, það bara er svona hugtækinu karlmennsku að kenna. Sorry að sé að skellis á eitthvað ákveðið, en það er bara, maður hefur verið kennt það frá maður var bara krakki að alltaf að vera kallmaður, ekki þá vera aumingi og aumingi að gráta og aumingi að tala þetta er bara svona það er bara svona toxic karlmennska hefur fyrir mér verið bara alltaf svona mjög áhugavert því að það er bara alltaf margir sem svona vita alveg hvað maður er að tala en hafa aldrei heyrt hugtækið toxic karlmennska eða nákvæmlega, eins og segja ég veit nákvæmlega og ég veit ekki, það er ennþá fólk sem skýrur ekki alveg að það er einmitt í lagi að tala tilfinningar, eða fara til sálfræðings eða leita sér hjálpar eða, þú veist. Það er akkurat, já, ég er mjög mikið með því að opna þessu umræðu og bara, já, tala þetta, opna þessu umræðu. Fólk er ekki að opna umræður að tala þetta ástæðalausu, sko, það er alveg, það er erfitt að opna þessu umræðu, sko. Það er það, sko. Það er ástæða fyrir því, þannig að það er alltaf, en það er alveg ástæða fyrir því að, ég veit ekki. Þetta er mjög mikið hjartasmál. Já, algjörlega. Ég skrifaði einn punkt hérna hjá mér meðan við döttum í umræðinu Morphís. Þú sagðir, þetta snýst að byggja sér upp karakter þegar þú ert í ræðinni.
Crowley rapparinn í karakter þú veist skilgrengdur í einhver annar heldur en Kristinn Óli eða þú veist reynir að fara í karakter þegar þú fyrir að fara svið og ertu að semja tónlist eða ertu bara þú sjálfur Ég varð það var svolítið mikið tengt toxic karlmennsku bara ég var bara í karakter hvernig ég held að ég ætti að rappa ég sá einhverja fréttir þetta og þú settir á Instagram held ég með þessa texta þetta er þannig að ég var alveg rætt með því viðtölum sko bara frá því einhvern veginn svona ég átta mig á þessu mér finnst bara flott hjá þér átt eða þú veist eins og áttar á þessu og talar ópninskátt þetta sko. Takk fyrir það er langt síðan að það var á þessu sko en svona fyrst sem ég opnaði þetta var held ég bara með viðtal á Rás 2 en Atla Rabbabari geggja þettir tjekkja þeim en vorum að tala bara svona textabrót og ég í rauninni sagði bara ég á fullt af textabrótum sem ég bara trú ekki hef skrifað og bara mér finnst umrætt að ég hafi skrifað og ég sé mér mikið eftir því og við fórum bara í svona smá debate hann var bara þú veist af hverju þetta segja fyrir geðu og eitthvað svona og ég bara út af því að ég væri helst bara til ég hafði aldrei skrifað það þú veist ástæðan fyrir því ég skrifaði þetta var bara því að ég var í karakter ég var að rappa svona eins og ég held að ég ætti að rappa og þú veist þetta var bara svona hvernig allir aðrir sem ég þekkti sem kölluðu sér rappara röppuðu fattur og síðan var þess að kona sem mjög flottur listamaður sem takkaði mér þess að verk sem hún gerði þar sem hún tók svona okkur að mig svolítið fyrir og því að þú veist við erum svolítið svo sagði hann þekkti að vera einhverja fyrirmyndir og einhverja krúttýpur og kvóta þess að bara í þessa gömlu texta sem ég var að tala sem þess að þú voru á plötunni Annars og eitthvað á plötunni Gerviglingur og bara svona kálaði mér svolítið út ekkert viljandi, hún var bara að segja þú veist opnaður hana? Já, bara í rauninni, hún var bara svona þetta var bara mjög flott hjá henni og ég sendi á hana bara hæ, má ég endurposta þessu síðan voru við bara mjög gott spjall og ég fekk svolítið bara svona að nota þetta listaverk hennar til þess að segja svona mína hlið á þessu sem rauninni bara svo að mér líður umila yfir þessu og því að ég sé eftir þessu og ég búin að segja, það ekki það að ég hef byrjað að tala þetta þarna ég var alveg búin að tala þetta í viðtölum ég búin að tala þetta fóreldra mína og Jóa og alla í kringum mig og ég var líka bara hættur að taka alla þessa texta ég bara Já, þú svona nú smá fórhundin, þú hættur að taka textana sagður þá bara eitthvað bíp í stað það er bara þögn eða Já, bara þögn sko bara tegja það ekki frá og áhugavert Já, það var einu í rétti stöðinu sko ég gæti ekki farið með þessa texta bara skemmtileg pæling og það tweet svolítið bara blóaði upp það var ekki það sem ég var að búast við þetta gerði sama dag og Klausturgate málið það fokkari ég vissi ekki svona að því öllu þannig að þetta kom svolítið svona koma svipum tíma og þannig að það bara var mjög relevant því að þetta var svona ég að taka ábyrgð á því sem ég gerði bara beðast afsökunar og bara breyta að mér fannst til rétta og ég veit ekki það var svolítið bara svona relevant innleggi umræðina fannst sem er fólki en Þú hefur svolítið duglegur að koma með eitthvað svona hluti í umræðina eins og til dæmis í mann eins og var með þarna allir með sem er Blackfist og varst að spila á þarna út á landi Það náttúrulega já, ég held að það sé svona fyrst á eina eitthvað dæmi sem ég svona þurfti að sko, já, það var mjög mér fyrir aldrei bara brugðið jafn mikið á ævinu held ég sko út af því að það fór mjög fucking illa í mig og en ég bara heilsa öllu þessi fólk í dag og það sem svona eina markmið mitt var bara að sorry, ég er athyglisbrestur til þess eina markmið mitt var að bara svona opna augun á fólkinu sem ég reyndi að tala við en þau bara vildi ekki skilja svona hvaðan ég var að koma það var ekki það að ég væri að móðgast eitthvað fyrir hönd einhvers, það var bara fólk ákveðnum uppruna fannst þetta ekki í lagi og þú veist það á bara næja fattur þú skilji og en í dag þú veist bara ég tala ekki en ég heilsa öllu þessu fólki og átti bara mjög gott spjall við eitt svona líturinn af bandinu og Já, ég sá okkur fréttum það líka sko. Já, og bara allt frábært fólk og frábæri tónlistamenn sem bara skildi ekki alveg svona fyrst málið en sem bara fór sem betur fyrir allt bara mjög vel Akkurat þú veist þú ert með margar milljónir spilana
á bakinu afsakil hlé gerviglingur, ananas og núna platan sem ég gerði á einni nóttu. Ég sá akkurat að það var að posta á Instagram eitthvað 8 milljónir samtals afsakil hlé. Já, það eru þú bara dettin í dag sko. Þannig að ég sko fylgir, þú veist, kvíði og þessi pressa bara við að gera, þú veist, þessar væntingar sem fylgja þessi þegar þú kemur og þarft að fylgja þessi eftir. Hefur fundið mikið fyrir kvíða þú pressu tengt að fylgja eftir og ná jafn miklu vinsældum? Sko ég ofsa kvíðasjúklingur sko. Ég var grindum kvíða bara þegar ég var 11 ára. Það var alveg þetta að fylgja mér svolítið og það tók ekkert mjög langa tíma, það tók svona cirka ár fyrir mig bara svona aðeins að eins og segir svona vendingar og hérna alltaf svona læra svolítið inn á það að vera bara ekkert að hugsa mikið það og þú veist, ef þú ert ekki að gera tónlist fyrir nákvæmlega bara þig og engan annan þá ert að gera það á villum fórstundum. Já. Og eftir gerflingur það eina sem ég hugsaði var bara ég þarf að fylgja þessu eftir, ég þarf bara að gera eitthvað geðið gott og sem betur fyrir svona rétt árunni gáum þetta afsakið hlé og svona árunni við svona hendum í svona finishing touches af það á það projekt sko, þá hérna datt sá hugsun og þetta bara svolítið úr mér bara allt í einu, því maður fannst bara svo gaman að gera tónlist sem mér fannst skemmtileg og það var eiginlega bara haldist þannig. Þannig að eftir gerflingur þá var svona smá svona tók ég alveg tímabil sem svona ok, það þarf að fylgja þessu eftir, þú veist. Það að gera það ekki eftir, oh my god, og maður gerir kannski lag maður fannst það gett gott að segja bara nei, fólk mun ekki fíla þetta síðan, þú veist ömulegt að ég hef einhvern veginn hugsað þannig. En þú veist, það er bara flott eins og maður segir, bara átta sig á þessu og að taka svo bara svona skrefið eins og þú segir og bara svona ok, ég er að gera tónlist bara fyrir sjálf á mig. Já, þú veist, það er ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað réttur hugsunarháttur eða eini réttið eitthvað fólk má náttúrulega gera, þú veist, það er bara svona þinn. Já, mér finnst það bara þægilegt, því að annars var ég bara alltaf með hnút í maganum eða eitthvað hugsandi yfir það fattar við, það var bara svona það passaði mjög mikið við mig og minn kvíða og hvernig ég lifði bara svona lífinu. Akkurat, eins og með þetta podcast ef ég er alltaf bara nei, ég get ekki tala króla kvíða og mun fólk ekki hlusta, þú veist, ég verð að tala við hann þetta, þú veist, þá svona það er ekkert bara að gera fyrir sjálf sig. 100% bara nákvæmlega, bara mjög samanlega. Mér er svo mjög skemmtileg pæling sko. En hvernig þú veist, tekstu á við, þú veist, fræðina, áreitu og vinsældina sem fylgja rappinu, er fólk átt að biðja skrýtna hluti eins og þú veist, segja alltaf hamingju með afmælið og bara alls konar skrýtni hlutir. Þú veist, hefur þú lent í ykkur ógeðslega skrýtnu sem þú kannski vilt tala um eða vilt ekki tala um? Sko, ok. Líf mitt breytist alveg til betra sko. Okay. Ég er ekki kvarta neitt og ég er ekki að segja þú veist að Ísland er bara alltaf Ísland, það er bara ákveð mikið af fólki sem er hérna og það er bara ákveð mikið af fólki sem getur hlust á þig og það er aldrei, þú veist, lífið myndir aldrei umturnast, þú ert enda bara eitthvað nákvæmlega, það er hérna, jú, fólk byrðum alveg stundum að syngja amræðsengin í einhver vídeo og ég gera það bara eiginlega alltaf fyrir einhver vingunum sinna og það er bara óslega gaman að fólk vilja en hérna áreiti, þú veist, þú opnar Instagram mótnana, þú veist, þá kannski fullt af fólki búið að læka myndir, senda skilaboð, þú veist. Ég hef slökkt á notifications á Instagram og Snapchat. Ok, það er mjög þægilegt. Ég er alltaf líka með slökkt á notifications. Já, það er bara alltaf holdt, sko. Já. En, ég veit ekki, það er ekki major breyting sem er átt í stað. Ég er ennþá bara eitthvað frekar chillaður bara yfir öllu þessu. Þannig að þetta hefur ekki haft eitthvað svona já, ok, þannig að þetta er svona þú veist, örgulega hefur líf mitt alveg breyst fullt af góðum tækifærum já, fullt af æðislegum tækifærum sko. Alveg bara, ég er ógeðslega þakkláttur fyrir það og ég er mjög sáttur með það líka bara að vinnan mín er bara þegar ég vil í rauninni að gera sem vilt þegar þú vilt en ég er bara minn ein yfirmaður og stjórna mínum einn tímum og er að vinna með bara besta vinni mínum og bestu vinni mínum og þú veist, allt það Shoutout á P og Axel. Já, starfa Þormóð og alla bara. Ég elska þessar strákar, þú veist, Axel og Jóa og Þormóð, þetta er svo, þú veist, eins og hann hérna, já, þeir eru svo skemmtlegir, það er mjög skemmtlegir. Dýrka á. En talandi eins og tækifæri sem þú ert að fá, þú veist að leiki bíómynd, nýlega. Já, hvernig kom það til og hver er svona sanu bak við það? Ég fekk bara síntal frá
einum handriðsöfund á myndana og framleiðandi og castingdirektor og bara bæði mér í pröfu. Ég fór í pröfu og fekk bara handriðsend sem ég lærði og sem fekk ég bara að vita daginn eftir pröfuna að ég hefði fengið hlutverkið. Þetta var ótrúlega gaman, ótrúlega humbling experience og þetta er eitthvað sem ég langar að gera í framtíðinni sko. Leiklist? Já, bara leiklist og vann með frábæri fólki sem bara læri svo mikið og já, hvernig kemur þessi mynd út? Er það 2019? Já, bara vonandi eftir ár cirka, kannski, ég veit ekki. Cool, það verður spennandi að sjá þessa mynd. Já, ég bara er mjög spenntur sko. Er komið nafn á hana? Nei, ekki enn. Það er ennþá bara verið að vinna með einhverja vinnutitla. Hún var tekin upp á Akranesi, eða ekki? Og annars þar. Eitthvað í bænum. Heldur við þér sko. Kekkja. En ef við slætum okkur aftur inn í frægðina og allt það dót, eða þú veist, eins og maður segir, langaði að vera frægur þegar þú varst barn? Eða þú veist, eins og ég mann þegar ég var krakki að hugsa mér langar að vera frægur, það er lúkar svo cool og glamur fylgir þessu. Ég held einmitt að það sé bara eitthvað svona málið með alla. Það er bara svona, ég hef mikið að vera ríkur og frægur og peningar og vinnusildir eru allt sem gerist í lífinu. Svo kannski þú veist Síðan, ég held líka bara maður átti sig á því að þetta er bara ekkert, það er ekkert málið, það er ekki lífið styrkist bara það einmitt eitthvað, en ég held að það hefði alveg verið markmiðið mitt eitthvað, ekki það sé það ennþá eða eitthvað, út af því að maður bara þroskast og horfir á hlutina í öðru ljósi og átti sig á því að það er ekki það sem gerir mannin eða það sem svona þú ert dæmdur út frá því en þeir eru yfirbúrskyndir hlutur ákveðin hátt sko. Já, mjög, sérstaklega bara Íslandi út, því að það er bara, Ísland er bara Ísland, það er ég veit ég í stutt svar við þessar spurningu, já, ég held það þegar ég var mjög lítill að þetta hefði verið eitthvað markmið hjá mér. Er það núna eða var það fyrir 2 árum eða eitthvað? Nei, alveg 100% ekki. Já. En ég er ennáttu mjög þakkláttur fyrir allt öll tækifæri sem ég hef fengið og svona það að fólk hlusta á tónlistina mína og Jóa og allt það sko. Kekja. Og þessi rapp áhugi, hvenær byrjar hann? Rapp er eiginlega búið að vera bara tónlistinn sem ég hlusta á sem ég man eftir mér sko. Það er bara allt frá M&M yfir í Rottweiler, yfir í Dabba T, yfir í Blasarhokka, yfir í bara allt sko. Ég bara hef frá blötu barspinni bara eiginlega hlusta á rapp. Já, ekki bara, ég hlusta á alls konar tónlist og gera enn sko, en rappi svona hefur alltaf verið svona steady í gangi sko. Tók að grilla svona rock tímabili í 9. bekk, en annars hefur rapp alltaf verið bara svona frekar implementað í mér sko. Og ég held að svona ég reyndi að skrifa einhver texta þegar ég var svona 10 ára sem var ekkert góður, man ekkert hvernig það var, en síðan svona fyrsti textin sem ég skrifaði almennilega var bara fyrir nákvæmlega 2 árum sem er bara tímabilið sem ég kynntist Jóa. Ok, þannig að fyrir 2 árum þá svona byrjar Jóa P. Króla-ævintýrið. Já, mér fyndi sko, fyrsti svona alveg rapptextin sem ég skrifaði, ég fekk memóriðum á Snapchat, ég og Axel skrifum hann saman og Ljónið. Ljónið maður. Og síðan hitti ég Jóa í fyrsta skipti 30. desember. Ok, þannig að það eru komin 2 ár núna í desember, já. Og þá byrja bara allt, þá fer allt svona að rúlla. Þú veist, rúlla það svona vináttan okkar, ég ekki segja. Já, vináttan. Það var ennþá mánuður í það að við gáum tónlist út og það hlustaði enginn á hana. En hvernig er svona sagan, þú veist, þið kynnist og þú sendur henni skilaboð, maður er heyrt þetta í einhverjum svona viðtölum okkar, þú sendir skilaboð og segir bara hæ, væri gaman að vinna með þér eitthvað og hann segir já, og svo bara, hvar hittst þið? Heima í honum bara, það sem öll fyrsta platan okkar tekin upp. Ok, í kjallaranum eða þarna? Ekki þetta er bara auka herbergi heima í honum. Já, það var annars tekin upp, þegar svona fyrsta platan ykkar. Og það bara svona einhvern veginn skrítið að segja það, bara klikkuðu svolítið strax eins og ólíka týpur og erum. Þeir eru mjög ólíka týpur, já. Þú ert svona geð svona, hann er svona rólegur og svona hávaxinn og þú svona lítill og málega er sko hann, við erum ekki ólíka, þú veist, ég veit það ekki, ég held að sé mér bara svona einmitt það svona visual experience, eða svona visual erum við gett ólíkir, svona sköllóttur og hávaxinn, lítill með langt hár eitthvað. En þú veist eins og
við þrír, ég, hann og Axel erum bara bestu vinur og erum allir svona frekar svipaða týpur þannig sé, ég veit ekki, ég held það maður vill halda það, en já, við bara svo klikknum svona strax og byrjum bara að gera tónlist mér hratt og sen sumarið eftir að við kynum sem svona allt fyrir svolítið stað, hann gefur þetta, ég vil það við klárum gerðurlingur blöðun okkar gefum hann út, það alltaf bara já. Þannig að þú veist, en þegar þið voru búin til annars, varstu það lendi að fólk var svona kannast við út og gött og aldrei sko ekki neitt svo bara kemur B.O.B. fær bara hvað, þú veist 10 spilar á fyrsta deginum, svo bara allt í niður að bara koma 100 spilanir og bara sá bolti byrja að rúlla. Já, það var svolítið mikið, þannig að það var svolítið því að þakka líka bara því að Jói átti bara vinsælasta lagið á Íslandi áður hann gáði B.O.B. það var bara ég vil það, ég held að það hafi verið þannig að ég vil það var nummer 1 á Spotify og síðan kom B.O.B. og tók ég við það eða eitthvað svona þannig að þú veist, Jói var alveg þekktur þá skilur en og já, þú veist það náttúrulega fólk fór svona að taka aðeins meira eftir manni þá og byrja að hlusta aðeins meira og sjá að gaman Kekja og svo akkurat bara þú veist kemur náttúrulega já, geruglingur, svo kemur afsakilli apríl og síðan núna í október 22.40 08.16 22.40 þið gerðu þessu plötu á sólring hálfum sólring já, 22.40 þetta er bara nótt skilju við byrjum bara klukkan 10 kvöldið og endum klukkan 8.16 morgunin. Mér finnst það svolítið áhugavert konsept sko, mér finnst það spila kannski svolítið inn í það sem við vorum að tala áðan með þú ert bara að gera tónlist sjálfa þig þá bara svona ertu ekkert að pæla bara svona mun fólk fílda þetta er bara svona eitthvað sem við gerum á kvöldi sleppum þessu bara strax, verðum ekkert að pæla í þú veist PR marketing. Það er bara nákvæmlega það var bara svona, okkur langar svolítið að sína bara fólki bæði þessa góðu tónlist og líka bara okkur svolítið sama það er bara ég er ógeðslega stoltur af þessu verki Jói prodúsaði allt og hann er algjörlega fucking geggjaður við dýrskan og þetta var bara ógeðslega skemmtilegt kvöld sem við áttum það fyrst skipti bara svona síðan Ananas sem við gerðum tónlist 2 saman þetta var útkoman og ég er ógeðslega stoltur af henni En hvað þú veist eins og með að þú þurfa að gera þessa tónlist saman og sleppið þess núna eru þið byrjar að vinna ykkur efni sem er væntanlegt 2019 þú veist, eru þið byrjar að pæla það langt þú veist, er eitthvað sko. sem þú vilt deila með okkur þú veist, ég lofi einhvern degi nei. bara í 2019 eru bara 100% projekt sem mun koma út þá og spennandi það sem komið að því er ég bara mjög stoltur af og mjög spenntur að sleppa lausi geggjað heldur betur hvað svona drífur þið áfram ég gera svo að gera bara það að ég veit að þetta er ekki forréttindi að þetta eru forréttindi vá, hvað er það millur bara það að ég veit að þetta er ekki sjálfstætt skilur, það er það sem drífur mig áfram það sem ég fæ að gera hver minnsta degi, hvernig ég fæ að lifa er alveg forréttindi og ekki sjálfstætt að ég fá að vinnu sem er bara það sem öllum krakkun dreymir eða þú veist en ekki og mér finnst það svo gaman það er svo gaman að skrifa texta, það er svo gaman að gera tónlist það er svo ótrúlega gaman að spila og mér langar alltaf bara að gera fleiri lög, meiri tónlist bara endalaust alltaf mér finnst það svo gaman Hvar verður Króli eftir 5 ár? Vonandi búin að prófa að búa í útlöndum ef ekki ennþá að búa í útlöndum eitthvað sérstætt land út með því? England, í London í leikskóla og bara eitthvað ennþá að skapa list hvað sem sé leiklist eða tónlist eða ef ég bara eitthvað byrjaður að veit ég bara eitthvað bara mér langar að prófa eitthvað nýtt vonandi að gera eitthvað nýtt Þú og Jói P. voru að kaupa ykkur íbúð saman heldur betur hvernig kom það til? Var eitthvað svona skemmtileg saga bak það? Ég raun ekki, við erum bara að tala um þetta mjög lengi bara eitthvað gott að fjárfesta Gott að fjárfesta, já og það er lett að þurfa ekki að búa með mamma og pappa kannski Já, nei, það er alltaf við erum ekki landsfræðum þetta er Ísland, það er ekki langt að gera neitt já, bara ég held að þetta sýnir svolítið bara hvað við erum góði vinnir og tólur hérna hvort annan mikið Einmitt, það er skemmtilegt
Ertu með eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona sögur sem þetta eftir í hug, svona frá ferlinum sem eru skemmtilegar? Eitthvað svona sem stendur upp úr, eitthvað svona sögur sem er gaman að tala um? Vá, þetta er svolítið opin spurning. Já, þetta er mjög opin spurning og líka putt mér á spott, sko, en ég veit það ekki. Kannski ekki en saga, en bara, þú veist, ég svona man eiginlega oftast hvenær ég hitti, þú veist, eftir að gáða með B.O.B. og svona eftir að held ég að fólk svona fór að taka eftir okkur hvernig ég hitti alla svona stærsta rapparana og hvernig það var bara allt eitthvað. Það var heiti Árna, held ég Smass. Það hittir mér. Já. Ég vil heyra þá sögu. Það var svo fyndið út í það hún nýbúin að taka upp lagið Sjúkir í mig með Gauta. Hann sá ég story og Jón Karls, Joe Freyr sem var með honum og við löpum eitthvað inn í Smass og ég sé hann og ég bara svona, oh my god, bara wow, eitthvað. Og hann tekur í hendur og verður sælir og ég eitthvað, hæ. Ég sé að það varst að gera lag með Gauti í gær. Það varst Jóa með og ég eitthvað, já, nice. Sé bara eitthvað svona, restin bara móði, ég man bara eftir ég sá hann, ég man bara eftir ég tók fyrst í hendur á hann. Hann bara svona heilsaði fyrra bræða eitthvað. Varstu starfstrekni? Já, guð. Árni alltaf bara, uppáhalds rapparinn minn, sko. Kekka. Ég heiti Gauta. Hvenær heiti ég þetta Gauta? Ég heiti Gauta. Hún var sem umbórskristuð. Ég heiti bara eitthvað þar. Wambling around þar. Við gáum út, viku ára gáum út gerfinglingur, þá fórum við í One on One stúdíóið. Gáum okkur svona túr og voru að spjalla á okkur og þá heiti ég á þá alla og það var bara að geggja, sko, ég var bara eins og einhver lítill krakki í einhver candy shop. Lítill krakki í hérna nammibúð. Já, andurs, bara stærstu nammibúð í heimi, við bara frægustu nammi gerðamönnum í heimi. Nei, og Úlf, veit ég veit það, ég er bara svona það sem ég reyna að segja, bara, ég var bara og aðdáandi allra þessar gaura. Það svo ógeðslega fyndi bara hvernig að ég get kallað á félaga mín eða samstarfsfélagamenn eða eitthvað, skilur. Ég skil vel hvort það meina, sko. Næstundum mjög lítið utan það. Já, þetta er svona. En nei, veit ég, annars skemmtilega sögur. Ég veit ekki hversu PR þær eru hérna, eða hversu PG-13. Já. En nei, ég veit ekki, maður er alltaf að lenda ykkur skemmtilega. Já. Heldur betur, sko. Kekka. Er þú með einhver skemmtilega sögur? Skemmtilega sögur? Ég er náttúrulega búin að segja söguna þegar við hittumst. Og svo var önnur saga þegar við hittumst í annarsinn. Hún var, held að það var kannski Airwaves, þegar þú gerir vlog takeover á vlogginu okkar. Það var sú saga, sko. Það var svo, ég var ekki bara svo neitt á Airwaves. Ég man, sko, að ég hitti fyrst þarna í Smáralind, svo liði ykkur svona mánuðir og ég bara svona, wow, þú veist, hann er actually að horfa á vlogginn. og mér finnst það svo skemmtilegt, sko. Og svo er ég að senda þér skilabóð og segja eitthvað, þurfum að gera eitthvað collab á Airwaves. Svo varst þú allar búin að sofa og eitthvað svona, sagðist þú að gera þreyttur og við yngi réttin þér bara þér og Jóa, bara 500 svona myndar og þú bara eitthvað, ef að treysta fyrir þessu. Það var svo fyndið maður, það var ógeðslega gaman. Og ég mani, ég tók eitthvað svona skot og fór svona smá på sögðu, tók skot. Þú svona leist fyrir aftan og sagði, Stefán, og ég var bara svona, what? Það var ógeðslega fyndið, ég man eftir því, sko. Það var ógeðslega skemmtilegt gig líka. Já, Slippanum. Já, Slippanum. Já, Airwaves. Alltaf góð offenni gig þar. Nei, já, líka, ég man þetta, ég horfðum á þetta. Já. Við bara hlóum svo mikið út að það var að gera eitthvað svona taste test challenge í Jóa og eitthvað, litu hausinn hans eitthvað fljúa skjáir og eitthvað, það var ógeðslega fyndið. Og svo nafnspjaldum mitt líka. Ég er ennþá með það í veskinu sem er ekki núna á mér en það er bíl hjá Jóa. Ég er alltaf með það á mér. Bæðin 9 og gamla. Mér finnst það svo fyndið, sko. Þetta er svona ég veit ekki, þetta er orðið eitthvað svona ritual, bara hafa alltaf á mér. Mér finnst það ógeðslega fyndið, þetta er líka, þú veist, bara eitthvað random gaur sem með eitthvað YouTube síðu. Já, alltaf með þetta á mér. Þetta og bara korti mitt og eitthvað. Og við gerum eitthvað segment þetta, þegar við vorum backstage, það er eitthvað þriðarskipt sem við hittum, backstage á KB12. Já. Það var eitthvað svona knúsaði í lokkinu. Alltaf þetta spjaldaður. Geggjað, sko. Geggjað stöf. Það er skemmtilega að sagja, sko. Það er dæmi skemmtilega að segja. Ég held að ég baðum að fá senda spurningar frá áhörendum. Já. Á
hlustendum. Var eitthvað sem var eitthvað viti í það? Það var eitthvað sem var eitthvað viti, sko. Bara förum það yfir það. Mér finnst sko, hún ég fekk svar frá kærustunum minni. Hún mikill húmoristi og hún kom með svona svolítið skemmtilega spurningu. Hún sagði sko, þú ert mjög hárprúður maður, notar gott sjampó og eitthvað svona. Herri, vá. Þetta alveg skemmtilega spurning, sko. Ég valdi einhvern veginn svona, nota eitthvað svona sjampó sem sér gert fyrir eitthvað þannig, en ég nota bara eitthvað Nivea for Men Body and Head Shampoo eða eitthvað. En ég er alveg 100% að fara að taka mér hárið, sko. Já, byrju, wow, Þið heyrðu það fyrst hér? Nei, Nei, ég er alveg svolítið þreyttur á þessu, sko. Ok. Svolítið mikið að fara í klippingu. Mikið að fara í klippingu? Já, ég ætla líka að sé bara holdt fyrir mig að breyta til. Svona svo Bieber, hætti með Bieber klippinguna og fekk sér eitthvað annað? Já, hvað finnst þið á þessu þetta? Já, finnum við Bieber hárið. Nei, þú veist, iconic, sko. Já. Svo eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað svona nennra að followa mig, svo kemur eitthvað ef maður vil taka myndir fyrir þig, hvernig það besta heyri er? Bara Insta-DM, 100%. Já, Insta-DM. 100%, sko. 100%, geggja. Fleiri voru ekki spurningar þetta frá áhritu. Nei, fleiri svona spurningar sem voru svona, já, skemmtlar. Já, má ég sjá þetta, má ég velja eftir með eitthvað? Mér finnst neðsta spurningin alveg svolítið skemmtileg, sko. Af hverju fór náttúrulega Ísafjörðar hitti Þormóð? Ég fór með Jó og Axeli að spila á Lúrfestival sem er hátíð sem stendur út fyrir lengst út í raskati. Lúrfestival sem sagt. Við sóttum að spila þar, fengum að spila þar, áttum að keyra og fá okkur bensínpenning og fengum bara að gista í einhverju íþróttahúsi, fengum ekki neitt fyrir að spila þarna nema við ákvæmum að fljúa í hoppflugi því að við nefndum ekki að keyra, borgum við sjálf fyrir flugið. Það var ekki planað eitthvað svona, já, heita Þormóð, bara hittum hann sem ég því að við hefum samir að vin sem heitir Aron Ingi og er algjör snillingur. Og já, hittum hann þar bara einhvern veginn og gerum shit. Það er svo feitt, sko. Já, það er mjög gott, ég elska það er mest iconic bassalína, þetta er bara í hipsögu íslensku, ég elska bassalínuna. Nei, ég elska þetta lag, sko. Og síðan já, bara út frá því eru þið Þormóður góði vinir og þið Jóhann og hann flutti í bæinn bara og þú veist, við gerum reyndar B.O.B. og sagði okkur menn hann var að það Ísafirði, hann sendi bítan yfir og Starri tók upp og vorum í kjallarastúdíónu í Vandabús og síðan flutti hann yfir og gerðurlingur kom út og rest is history. Yes. Okay. Herri, síðan spurningin hvað sjampó notar kauði í þessa fögurloka. Af hverju byrja hann að rappa? Mér fannst það ógeðslega gaman og ég áhuga að rappi. Bara, ef þú vilt byrja að rappa, byrjaðu að rappa. Veit Króli hvað Marius er? Já, ég veit hvað Marius er. Það er strákur sem ég hitt í flugvél og átti mjög gott spjall við. Þetta er Marius Warren, held ég. Hann er geggjaður gaur. Sjáttu hann. Já, nýju platan hans, hvað þið gerðu nýju platan hans, hvernig þeir gerðu hann á einni nóttu, bara byrjuðum og hættum ekki fyrir en klukka var hann alltaf snemma. Já, fleiri góða spurningar voru ekki að þenni. Nei. Takk fyrir múi. Mér langar að tala ég er að fylgjast með þér á Instagram. Okay. Og það eru 2 mál sem ég langar til þess að ræða tengt Instagram. Númer 1 er tattooin. Okay. Og svo langar mér líka til þess að ræða eins bíliðin. Alltaf lagi. Endilega. Ef við byrja á tattooinum. Bara, já. Sure. Ég var að fylgja þér á Instagram, svo svona sá ég bara allt í einu og þú varst bara allt í einu mættur í húðflúr session á Instagram og svo bara svona kíkti í story svona nokkrum dögum seinna eða daginn eftir og þú varst aftur í húðflúri. Já, búið að vera svolítið mikið þannig. Já. Þú veist, hvenær byrjaði þetta og hvaða flúr ertu með og hver eru svona sögur á bak við þessi flúr? Ok, ég byrjaði að fá mig tattoo fyrir 2 mánuðum, nei, það er komin 3 mánuðir. Þá fekk ég mér hérna ruslatunnu á magan sem Jói teiknaði. Ok, ég sé, er þetta gerviglingur? Nei. Þetta er demantar.
þetta er Rusl og Gimstina sem er Rusl og textabrot frá hljómsveitinni Keflavík Ok, sem er uppáhaldshljómsveitin mín og ég fekk mér það í byrjun september þarna í kringum 10. september held ég og eftir það fekk ég mér sportdrykka á lærið sportdrykka á lærið ég er sportdrykki Ok, mér er alltaf langt að fá mig kannski eitthvað tengt stjörnumerkinu svo krabbi en mér finnst ekki það cool tattoo Já, það er hægt að gera allt cool sko. Já, ok og síðan fikk ég mér Birth of Adam hendurnar Já. á lærið, hitt lærið og það er sett vina tattum á Axeli, hann er líka með það fallegt heldur betur ljónið maður Já maður, síðan fikk ég mér ég ætla ekki að segja hvað stendur hérna nei, en þetta er hérna adressan hjá ömmu í skriftinni hennar fallegt Takk fyrir það, síðan fikk ég mér hjarta hérna lítið í sama sessjóni Já á maður líka Vá, nú þarf ég að rifja upp síðan hvað fekk mér næst síðan eftir það fekk ég mér Jaguar á kálvan og nöfn systkina minna á sköflungin sikkurann Kekka síðan fór ég og fekk mér hníf á hina löpina og síðan hérna fekk mér tatt frá mömmunni sem tattaði á mér svona semi-öklan vinur minn sem heitir Álgrímur og besti vinur minn hann Axel tattaði það líka á mér löpina síðan fekk mér hvað fekk mér síðan? Já, síðan fekk mér snák á magan og beinagrinda hendi ananas, því það er fyrsta platan okkar og kónguló á löpina Ertu hræddur við kóngulær? Nei, mamma mín er það mamma mín er skítrætt, já, heldur betur Spiderman? Já, hrættir Spiderman nei, já svo er annað líka í þessu mér finnst það mjög skemmtileg flúr sko. Ég væri einn daginn til að vera alveg feitt flúrað sko. Já, maður verður að fara hægt í þetta ég er búin að fara kannski aðeins að hægt í þetta, ég veit ekki um það en ég samt hugsa alveg Þetta er eitthvað sem við sérðum fyrir eftir 10-20 ára að vera sáttu með Já, og líka ef ekki þá bara er þetta fyndin saga bara, já, herri, ég var hérna eitthvað, kvatvís 19 ára drengur fá mig tattoo Ég sem sagt hérna er alltaf eitthvað að leika mér á Instagram að gera eitthvað skemmtilegt content og eitthvað og stundum, ég er mjög kvatvís líka og hérna ég er sett á leiðin í ræktina með Inga og ég man að ég sá eitthvað svona á Instagram eitthvað að þú veist að fá eitthvað svona bíl og eitthvað svona og ég er bara svona, mér fannst þessi bíl vera svo hann er svona einstakur á litin og stendur mikið upp á röknin, ég er bara svona, wow, ég get svarið ég kannast við hann bíl og svo einhvern veginn sendi ég þetta á Inga og segi bara hvað gaur ég held að krúli sér í Smáralind Ég var í vinnur hjá pappa sko Já og pappa minn vinnur í Smáralind á turninum Þú hendir hérna inn á Instagram story og ég hendi í Instagram story þegar ég held að þetta verið skemmt content sko og svo kemur Ingi og hann alltaf sko er svona oft með svona skemmtilega pælingar eða svona, hann segir bara svona, já þetta er alveg svona smá steikt svona, er það samt, þú veist, við Króli erum með félagar er þetta steikt? Og þá sagði við hann Króli setti, þú veist, þegar hann hefði sem er í tattu eitthvað svona í story þegar hann var eitthvað svona að fylgjast með hann eitthvað svona og var hann líkaði saman og Ingi var, þetta er ekkert sambærilegt, þú veist Mér finnst það alveg sambærilegt, mér finnst það mjög fyndi ég bara, ef þú spott bílum minn einhvern mann aftur þá máttu 100% setja það í story Ég hérna, skafaði hann líka daginn Skafaður bílum minn? Ég vissi það ekki Hann var reykið eitthvað flöðli Já Vott maður, það er ógeðslega fyndið Ég var svona, æ, ætti þetta í stóri líka Ég var bara svona, wow og svo tók ég líka þetta argument það veit allir hvernig bíl Pál Óskar er með Já Þú veist, hann er með svona En þú náttúrulega líka bara, við erum bara félag það er líka meira mórið, sko Nei, Mér fannst það mjög fyndið því ég var líka bara ég vinn hans pappa sem bara allir sá þetta Já Mér finnst það mjög fyndið, sko Og þú veist, þessu Átni, hann er með svona líka iconic bíl eða þú veist, mér finnst að við þurfum að taka þessu umræðu bíliðin þetta er svo skemmtilega bíl sko. Bara mjög svo sko við erum að bíla svona ekki Heklu Já fengum bara að bíla í láni og þau auðvitað vildi að þetta væri eitthvað svona mjög eins og segir, bara svona mjög svona bíla sem grípar svolítið augað sem að gera 100% Akkurat. Mjög mikið og ég bara æðist að gera þessa bíla elska Skoda Fabia minn mjög mikið Já, þetta er skemmtilega bíl sko Já, mjög líka og skemmtilegt akkurat hvernig hérna hvað er þetta, já svona að heyra þína hlið á þessari sögu sko af því að ég er búin að heyra mína hlið en við erum aldrei búin að gera þetta stóra bílamóli upp sko Nei, ég held að Ingi með bara Ingi
Ingi er bara eitthvað öfundsjúkur, þú hefur fundið píramídi. Já. Það ekki, ég segja það bara. Já. En hérna, ég held að við séum bara orðnir svona, já, hvað er þetta orðið? Bara búin að fara yfir VML, sko. Já, heldur betur. Við erum búin að vera mjög góðu spjallið hérna í næstu klukkutíma. Já. Ég þakka kærlega fyrir að fá mig. Að fá að koma? Já. Ég þakka kærlega fyrir að þú hafi komið. Já, bara hérna, vonandi er einhver sem náði að hlusta á allar 50 mínútur að þessu. Já. Ef þið hlustuðu á allar 50 mínútur, skrifiði, ég ætla að finna eitthvað hérna. Skrifiði í komment, útsöndunni líkur á miðvikudaginn. Miðvikudaginn, já. Skrifiði það. Það er skemmtilegt. Og hérna líka fyrir ykkur sem er að hlusta í podcast-appinu, ítið að subscribe, skrolla þessu niður, gefa þessu 5 stjörnur. Þeir sem eru að hlusta á Spotify, ítið á follow. Og hérna þeir sem eru á YouTube, subscribe og ítið á bjölluna. Bara Bjölli gang. Bjölli gang. Gekkjar. Bless. Ég þarf að fá að taka myndaðir fyrir thumbnailin, sko. Ok, nice. Já. Óslega. Ice Cold.